hvað er heilbrigð þyngdaröndun þegar líkaminn andar djúpt niðri. Þannig að við tölum 3 hólf hryggsins og fyrsta hólfið, það er svæðið milli viðbeins og neðri hluta bringubeins, sem við getum kallað brjósthol, og síðan erum við með miðsvæðið, það er svæðið milli neðri hluta bringubeins og nafla. Það kallast efri hluti kviðarhols, það er svona mitt á milli að vera brjósthol eða kviðarhol, af því þú ert með helminginn af rifbeinum og helminginn af maganum. Og síðan neðra svæðið, svæðið milli nafla og lífbeins. Þannig að við getum flokkað þetta í þrennt. Þannig að við getum flokkað mjög óheilbrigða öndun þegar líkaminn andar í fyrsta hólfinu, milli viðbeina og neðri hluta bringubeins. Og síðan þegar við erum svirka í miðjunni, þá eru gæði andardrátts örlítið betri. En heilbrigðasti öndunin þegar líkaminn andar milli nafla og lífbeins. Og því neðarlega sem líkaminn andar, því minna andar hann. Er það ekki betra? Að anda minna? Það er betra að anda minna, já. Þetta snýst aðallega hvað er orka, því að líkaminn hann fungerar á tvenns konar orku, það sem er borðið og það sem er andið. Ok, og þið getið nokkurn veginn valið það sem þið borðað, svo og svo, maður svona, er í skapi fyrir þetta og hitt á mismunandi stundum. En andardrátturinn, það er önnur saga. Þannig að fyrsta orka líkamans er súrefni og aðalatriðið er hvernig fæ ég súrefni í líkamann. Og oft á tíðum þetta er mjög misskilið hugtak, þannig að í okkar samfélagi þá er talið að því meira sem ég anda af súrefni, því meira súrefni fæ ég. En er það raun og veru svo? Þannig að þegar maður fer að skoða það, þegar maður fer að skoða líffræði andardrátts, þá reynist það ekki rétt.